Komið sæl, elskurnar, enn og aftur. Í dag spilin að tala hvaða leiðir við veljum í lífinu og hvernig. Það er manneskja sem er búin að vera að ferðast eftir ákveðnu vegi eða ákveðinni leið sem hún þekkir og veit ýmislegt og það er bara búið að ganga ágætlega hingað til. En skyndilega kemur hún að svona vegamótum þar sem að 2 aðrar leiðir opnast og hvað gerir hún þá? Sko, ef hún heldur áfram bara á sömu braut þá veit hún það að allt er öruggt og hlutirnir eiga bara eftir að ganga áfram eins og það hafa gert hingað til. En það er spurning með að velja hinar leiðirnar sem hafa opnast henni. Önnur af þeim leiðum verður dálítið erfið og ekki eins vel upplýst. Hún þarf til að taka á sig nokkra króka og kíkja inn í einhver skúmaskot og annað, en þar á hún eftir að kynnast fólki sem hún hefði annars aldrei kynnst. Og þar leynast alls konar gullmólar á þessari leið. Þarna leynist mikil viska, mikill fróðleikur og með því að taka þá leið er manneskjan að skrifa nýjan kafla í söguna sína, bókina sína. The Akashic Records, eins og eru kallaðar, eru taldar vera skrár yfir lífshlaup fólks og í raun og veru yfir allt sem hægt er að skrá niður. Allt sem til er í þessari skrýtnu tilveru sem við lifum. Og á meðan við erum á lífi þá erum við sífellt að bæta í okkar eigin skrá í þessu andlega bókasafni. Svo er það hin leiðin. Hún er líka eins og þessi fyrri óþekkt að því leyti að manneskjan hefur ekki farið þarna áður þennan stíg og þekkir ekki fólki sem hún kemur til með að kynnast þar. Og það er svona ákveðin vísbending að þessi leið muni veita henni tengingu við aðra heima, önnur tíðnisvið og tengingar við fólk sem er farið úr jarðlífinu, verndarengla og fleiri. Þetta orð atsum þýðir víst, þetta þýða á marga vegu, en svona kjarninn í því ég er þar sem ég á að vera. Eða ég er komin þangað sem ég ætlaði mér. Og þá má líka kannski segja bara ég er komin heim. Þannig að þessi leið sem að ferðalangurinn stendur frammi fyrir að velja hún felur svolítið annað í sér og öðru vísi reynslu heldur en
hin leiðin. Og þetta smá umhugsun sem þarf áður en er ákveðið hver skal halda. Það eru kannski ekki svo ólíkar endilega þessar leiðir hvað það varðar að báðar eiga þær eftir að veita andlega reynslu og jafnvel uppljómun einhvers konar. En kannski veit manneskjan ekki nógu mikið þær, kannski það með vilja gert til þess að auðvelda henni ekki valið of. Kannski þarf hún bara að velja út frá tilfinningunni sinni eða því sem að hennar svona skynjun segir henni. Önnur leiðin virðist vera meira upplýst heldur en hin sem að dálítið skuggsýn. Allar hafa þessar leiðir ákveðin dýr. Hér refur, hér held ég að sé þvottabjörn og þetta ekki íkorni? Já, íkornin leiðin sem að hún þekkir. Og hún með poka með sér, með reynslunni sem hún hefur öðlast hingað til. Já, það spurning. Það stórt spurt hvert á hún að fara. Við skulum sjá. Það allavega mikilvægt að halda fókusnum og þegar ákvörðunin hefur verið tekin að hika þá ekkert eða horfa tilbaka, heldur bara halda stefnunni og halda ótrauð áfram. Fylgja draumunum, fylgja þessari ákvörðun sem hefur verið tekin. Forgangsraða hlutunum þannig að þetta gangi upp og þannig að þér takist að komast það sem þú ætlaðir. Þetta getur átt við svo margt í lífinu. Þetta líka vísbending að gera það sem mikilvægast hverju sinni og láta hitt svolítið bíða. Og að sjálfsögðu að setja sjálfan sig í forgang. Um leið og valið tekið, um leið og stefnan tekin og lagt af stað, þá verður ekkert aftur snúið og þá í raun og veru hinir valmöguleikarnir ekkert lengur að trufla eða valda manni einhverjum heilabrotum. Já, svo það líka spurning að njóta ferðarinnar, njóta lífsins. Dansa, syngja, leika sér, hafa gaman, segja sögur, vera með öðrum, hlusta á aðra, spila og hlusta á tónlist og vera frjáls. Það svolítið það sem þetta spil felur í sér. Að elska lífið í raun og veru. Meta til fulls öll tengsl við aðra manneskjur sem það hefur, hvort sem það eru vinatengsl eða fjölskyldutengsl. Og gefa af þér og þiggja frá öðrum líka. Og gefa í leyfi til að vera hamingjusamur, eða hamingjusöm. Sígaunarnir voru frjálsir. Þeir stoppuðu aldrei lengi á sama stað.
og þeir nutu þess að vera svolítið utan dóms og laga, nutu frelsisins, en eflaust hafa einhverja skuggahliðar verið á þeirra lífi líka, eins og allar annara. Njóta lífsins, já. Á hvaða hátt sem það er hægt. Og hér er þriðja spilið og svipuðum nótum. Og það er að minna á barnslegu gleðina sem við öll búum yfir í hjartanu, sem að við þurfum að stundum að hleypa út og minna okkur á að er þarna til staðar. Leyfa sér að vera hamingjusamur og glaður. Og gefa sér tíma til að finna lyktina af blómunum. Finna ilminn af blómunum sem vaxa á leið manns. Og passa sig að vera ekki of alvörugefin, að taka lífinu of alvarlega. Það er gryfja sem er auðvelt að detta í. Já. Taka hérna loka spilin á þetta. Gráta ekki fortíðina. Leggja sig frekar fram að njóta þess sem maður hefur og vera ekki að horfa alltaf í baksýnisspegilinn. Þetta eru tvöföld skilaboð hérna. Leyfa lífinu bara að koma sér á óvart og taka því sem að höndum ber, þó að það kunni stundum að vera eins og maður hafi verið frumulostinn eða lostinn af eldingu. Taka bara stjórn á lífi sínu og stýra því þangað sem að maður vill láta það fara. Halda bara styrkum höndum taumana og þó að eitthvað komi manni úr jafnvægi tímabundið, þá þýðir ekkert að leggja árar í bát og gefast upp. Heldur halda bara áfram. Almættið er með manni í liði. Maður má aldrei gleyma því. Halda stefnunni, eins og kom hérna áðan. Vagnin hérna fullur af krafti, stefnir beint áfram, halda stefnunni, keyra áfram og njóta lífsins. Það er eiginlega svolítið einfalt skilaboð í öllum þessum spilum og þau svona vinna saman. Fyrir mér er þetta nokkuð skýrt. Og svo er vitur maður sem sagði einu svona að það væri ekki takmarkið sem skipti máli og ekki heldur ferðalagið sjálft, heldur hverju maður er með þegar maður er að ferðast. Þannig að hvort sem þú ert einn að ferðast eða með einhverjum sem þið þykir vænt um, og þá er ég að tala svona ferðast í lífinu, þá er bara að gera að láta það manneskju vera manneskju sem að þér líkar vel við og þú ert tilbúin að eyða tíma með. Og það á líka við mann sjálfan. Þá ætlum ég bara að þakka fyrir mig. Takk til ykkar fyrir að horfa og hlusta. Og ég sendi ykkur ljós og kærleika.